Þá það Kína sem er alltaf ekki aðili að stríðinu í Úkraínu, en samt svolítið svona stór leikandi á sviðinu í þessum umbreytingum í alheimspólitíkinni. Stundum talað það þannig að Bandaríkjamenn séu raunverulega hita upp fyrir átök og jafnvel stríð við Kína. Geir Sigurðsson, sérfræðingur í Kína, prófessor í Háskólanum. Það af því að það búið að vera svona stígandi í átökum á milli Kína og Bandaríkjanna. Vissulega. Já, og þá spurningin með Blinken fyrir í heimsókn sem að hvað það merki að Bandaríkjamenn vilja draga úr þessari spennu eða hvað? Já, mig grunar það. Ég held að það sé alveg áreiðanlega vilji beggja megin til að draga úr spennunni. Ég held að það sé ekki vafið á því. Þetta var náttúrulega heimsókn sem átti að eiga sér stað aðeins fyrr, svo komu þessi loftbelgir þarna og breyttu því, senkuðu þessari heimsókn. En nú er verið að tala einhverju fleiri bandarískir ráðamenn farið til Kína á næstunni og jafnvel einhverjar hugmyndir að Biden gæti farið. Það náttúrulega algjörlega óstaðfest, en maður getur nú varla túlka þetta öðruvísi en svo að það sé vilji fyrir því að draga úr spennu og reyna að komast að einhvers konar samkomulagi og umræða eða samræða sí og Blinken, hún snýri svona langmestu það. Náðu meira segja einhverju samkomulagi svona minniháttar atriði, en auðvitað ekki kannski stóru myndina. Stóra myndin auðvitað alltaf svo sama, hún í raun og veru staða Kína, sérstaklega í Suður Kínahafi og viðvera Bandaríkjanna á því svæði og svo auðvitað snýst þetta miklu leyti Tævan enn og aftur. Þannig að það kannski ekkert margt nýtt þar og það sem var alveg ljóst eftir þessar samræður að það var enginn sem ætlaði að bakka neitt hvað þetta tvennt varðaði. Þóttir að við náðum einhverju samkomulagi svona eins og ég segi einhverja minni háttar þætti sem snerust bara eitthvað allt annað. En málið þetta? Sumir vilja halda því fram að bara Bandaríkin þoli ekki að Kína vaxi upp í það veldi sem að það virðist vera og sömuleyti í tengslu við Úkraínustríð að þá eins og svona staða Kína í svona heimsmálunum hafi bara styrst. Já, það hægt að segja það. Að einhverju leyti hefur kannski staðan styrst. Ég meina Kína allavega miklu stærri svona player, getum við kannski sagt. En Kína auðvitað líka í mjög svona erfiðri stöðu út af þessu Úkraínustríði. Þeir vilja sjálfsögðu ekki fordæma stríðið. Þeir vilja viðhalda eins góðum samskiptum við Rússland og hægt þeir þurfa á Rússlandi að halda, virðist vera. Rússland alveg örugglega að sjá þeim fyrir ýmsum hráefnum sem þeir þurfa á að halda og þeir þurfa auðvitað að hafa einhvern svona sterkan stuðningsaðila í heiminum, þannig að þeir vilja ekki missa Rússa. En á hinn bóginn þá vilja náttúrulega ekki alveg örugglega ekki að stríðið fari út í einhverja enn meiri vitleysu og það komið og verði algjörlega stjórnlaust og ég tala nú ekki að þið fara að beita kjarnavopnum eða einhverju slíku ef að stórlegum að Kínverjar vilja forðast það í lengstu lög. Þannig að stríði kemur þeim ekkert sérlega vel, þeir vilja ekkert þetta stríð en á hinn bóginn þá geta þeir ekki af bara ýmsum hugmyndafræðilegum og pólitískum ástæðum fordæmt Rússa og sýnt þá Evrópuríkjónum og Bandaríkjónum svona beinan stuðning. Það alveg á hreinu. Og sama tíma þá held ég að það sé alveg ljóst að Kínverjar vilja heldur ekki að Pútín falli. Þannig að þeir vilja ekki að hann tapi þessu stríði með illa og verði einhvern veginn steypt af stóli eða þá vita að sjálfsögðu ekkert hver tekur við, hvort að Rússland verði þá einhvers konar svona pro-west sem að þeir vilja ekki eða það komi einhver annar til valda, ég veit ekki eins og Medvedev sem að virðist vera jafnvel enn herskári en Pútín. Þannig að þannig að Kína svolítið svona
ákveðinni svona vandasamri stöðu hvað þetta varðar. Þeir vilja leysa þetta mál en þeir vilja samt ekki gera einhverjar stórfellda breytingar. Já, engar stóra breytingar. Og Xi vill ekki missa Putin, hann sagði að hann væri besti vinur sinn í heiminum. Já, hvað svo sem hæft í því, hann allavega mjög praktískur og svona þeir vera að ná saman að einhverju leyti. Þannig að þeir vilja að minnst kosti engar stórar dramatískar breytingar í þessu sambandi. En það ekki þannig sko að núna virðast Rússland og Kína vera komin í einhvern bandalag? Af því að það náttúrulega var þannig að á vetrarólympíuleikunum í Peking 2022, það var í febrúar, rétt áður en að innrás Rússa hófst í Úkraínu, það tengist náttúrulega sko. Að þá kom Putin á fund Xi og þeir gáðu sameiginlega yfirlýsingu sem heitir Joint Statement og í þessari yfirlýsingu segir meðal annars sko Friendship between the two states has no limits. There are no forbidden areas of cooperation og í þessari sömu lungu yfirlýsingu þá einhvern veginn líka að það kom alveg svona frekar ambitious yfirlýsingu að núna sko sé þessum einpóla heimi liðið, núna sé komið nýr fjölpóla, multipólar heimur. Og einhvern veginn svona að opinbera sitt bandalag sko og það eins og að sko svo eru pælingur að Xi hafi mögulega gefið þá grænt ljós fyrir Putin til þess að fara fram í Úkraínu sko út af því þeir héldu þennan fund og gáðu þessa yfirlýsingu bara í sama mánuði þar á undan sko og svo líka verið að benda á að þetta ekki mjög sögulegt sko að Rússland og Kína eru komin í bandalaga því að það náttúrulega gerist ekki í kalda stríðinu þegar það voru Sovétríkin og Kína Maos að það sögðu upp úr á milli þeirra sín og Soviet split sko og svona geostrategists og svona þeir sem að pæla í svona geopolitík þeir hafa lengi sagt að þetta sé einhvern veginn mesta ógnin ef að þessi tvö stórveldi geta saminast og þá getum við mögulega saman skákað Bandaríkjunum sko og þeirra yfir á þeim. Hvað finnst þér þetta? Já, mér finnst ýmislegt þetta. Það er náttúrulega sko það er rétt að það slitnaði á milli ríkjanna 1960 og það var jafnvel sko Kínverjar óttuðust jafnvel að Sovétmenn myndi jafnvel gera innrás í Kína og sumir hafa fært nokkuð góð rök fyrir því að eina ástæðan fyrir því að Kína á sínum tíma reyndi að bæta samskipti við Bandaríkin var einmitt einfallega bara ótti við Sovétríkin. Þannig að það er alveg rétt en að sjálfsögðu þess að byrja með þegar kommunistaflokkurinn var að há borgarastyrjöld við Kuomintang, þjóðernisflokkin að þá náttúrulega nutuðu stuðnings Sovétríkjana og meðan Stalin var og hét að þá þótt að hafi kannski verið svolítið spennuþrungið samband á milli Stalin og Mao að það voru þeir samt þeir voru, það var gagnkvæmur stuðningur á milli ríkjana, það var ekki fyrir en eftir að Stalin lést og stefnubreiting varði í Sovétríkjunum sem að þetta breytist að verulegu leyti. Já, þannig að stjórnartíð Khrushchev sem að sögðu upp úr á milli þetta svokallaða Sína-Sovjet split. Akkurat. En sko ef við förum þá til nútímans að það er vissulega rétt að þeir létu þessi orð falla þessa eilífu vináttu og ekki getur komist upp á milli þeirra. Ég myndi nú samt ekki ganga svona langt að tala að það væri svona beinlínis eitthvað mjög náið bandalag á milli þeirra. Það eru vissulega, þeir vilja, sko, þeir hafa báðir hagsmuna að gæta því að vera í góðu sambandi. En það er náttúrulega mjög athyglisvert líka að Kína hefur ekki viljað styðja innrásina í Úkraínu beinum orðum. Þeir hafa viljað reyna að halda í einhvers konar hlutleysi sem hafa kallað þetta pro-Russia neutrality eitthvað þess að þar en það sýnir náttúrulega samt að sko Kínverjar vilja ekki ganga alla leið. En svo komum við með friðartilboð í febrúar. Já. Þannig að þeir viljast líka vilja stilla til friðar sko. Já, og ég held að það sé það sem að þeir vilja virkilega gera. En þeir vilja ekki gera það með þeim hætti að þeir styggi Rússa of mikið. Þannig að Kínverjar hafa ekki hag af áframhaldandi stríði, þeir hafa ekki eitthvað svona hag af veikingu Evrópu, það er ekkert slíkt sem að... Nei, vegna þess að Evrópa er svo mikilvægur sko viðskiptaaðili. Sérstaklega Evrópa, það er kannski sko Kínverjar sjá alveg örugglega ákveðna kosti við það að veikja sko geopólitíska stöðu Bandaríkjanna. Það er alveg á hreinu vegna þess að þeir hafa náttúrulega bara mjög ljóst, mjög opinskátt talað fyrir því að vilja fá svona fjölpóla heim, ekki þennan einpóla heim sem að kannski var ríkjandi svona á 10. áratugnum.
Þannig að sko það hefur svona verið alveg þeirra stefna. En sko þeir eru náttúrulega ofsalega pragmatíski líka og sko helstu viðskiptaríki þeirra eru einmitt sko Evrópuríkin stóru, svona sérstaklega Þýskaland og Frakkland og Bandaríkin. Þannig að ég sko get eiginlega ekki séð það sem svo að það sé einhvers konar stefna hjá þeim að grafa svona efnahagslega undan þessum ríkjum. Þau eru það mikilvæg viðskiptaríki og Kínverjar eru náttúrulega framleiða alveg ótrúlega mikið fyrir þennan heimsluta. Ekki stefnan þeirra samkvæmt Belt og Braut, Belt and Road Initiative, sko, að ekki veikja Evrópu, heldur að sameina alla Evrasíu í svona eitt efnahagssvæði og þannig munu þeir sko ná sínum áhrifum fram, sko, efnahagslegum áhrifum, sko, í aðstöðu við Bandaríkin, sko. Jú, það er alveg hárrétt. Það eru þessi efnahagslegu áhrif sem þeir eru sérstaklega að huga að og hafa hugað að og sko hafa ekki verið áhuga, ég meina Kína hefur ekki háð neinn stríð í marga áratugi og virðast ekkert hafa áhuga á því að gera það, ekki nema að það gæti náttúrulega komið til þess með Tævan en þeir líta á það náttúrulega bara sem innanríkismál, ekki sem eitthvað sem að varðar heiminn allan, heldur bara varðar þá eina og þeir leggja gríðarlega áherslu á það að aðrir eru ekkert að skipta sér af innanríkismálum Kína sem að Tævan hluti af því. Þannig að sko þeirra svona pólitíska staða, þetta geopólitíska í tilviki Kína snýst að sko, þetta svona bæði hugmyndafræðilegt og einhverju leyti sögulegt. Það að segja, sko, kommunistaflokkurinn í raun og veru byggir svona sín völd eða réttlætingu sinna valda í Kína mjög miklu leyti á því að hann sé sá aðili sem að geti gert Kína kleift að endurheimta sína stöðu einmitt á sínu yfirráðasvæði, það er að segja í Austur-Asíu fyrst og fremst, Austur-Asíu og Suðaustur-Asíu. Það er ekkert sérstaklega mikill áhugi fyrir því að sko ná einhvers konar pólitískum áhrifum annars staðar í heiminum. Efnahagslega áhrif vissulega jú, en ekki pólitísk áhrif og það er þess vegna sem að sko kínverski yfirvöld eru sérstaklega pirruð út í Bandaríkin að vera að skipta sér að málum þarna á sínu áhrifasvæði. Þeir líta bara á þetta sem sitt áhrifasvæði. Þetta var þeirra áhrifasvæði fyrr á tímum. Söguskoðunin er svo að þarna hafi síðan komið inn vesturveldi á sínu tíma, ég meina það er alveg eitthvað hæft í þessu, komið vesturveldi inn á 19. öld og grófu undan í raun og veru þessum yfirráðum og kommunistaflokkurinn alveg frá upphafi hefur stemt að því að endurheimta nákvæmlega þessa fyrri stöðu. Þannig að það er það tala yfirráðu ekki bara yfir kínversku landi heldur svona yfirburðastöðu á svæði þar sem eru Víetnam, Tæland, Indonesia. Já, en ekki samt sko bein yfirráð eins og í skilningi nýlendustefnu. Heldur frekar viðskiptaleg og menningaleg áhrif. Já, að það sé litið semst að Kína sé sko stóri bróðurinn og að hinn ríkin eigi svona einhvern veginn að lúta þeim án þess að þurfa að sko verða einhvers konar algjör strengjabrúða en þurfa svona að bera virðingu fyrir kínverskum hagsmunum og svo framvegis. Þessi litlu bræður, þeir bara vilja það ekki? Nei, þeir vilja það ekki. Þess vegna leita þeir til Bandaríkjanna eftir stuðningi gagnvart ásarn í Kína og það er að byggjast upp svona sambarleg spenna þar í kring eins og er í kringum landamæri Rússlands í Evrópu. Akkurat og það er raun og veru nákvæmlega það sem er að gerast að það er einmitt þessi litlu bræður svo það má kalla á sig svo sem að hafa sko bera í raun og veru ákveðið bara vantraust til Kína og kjósa frekar að halla sér að Bandaríkjunum. Það er bara eina fyrirbrigði í heiminum sem getur varið á gegn ásælni Kína. Sem að er vantarlega rétt. Erum við þá að tala um sko náttúrulega Víetnam og Singapúr og hvað fleiri lönd þessi litlu bræður? Já, sko það myndi vera auðvitað sérstaklega Víetnam og Kína hafa lengi verið í mjög spennuþrungnu sambandi en við erum að tala um Japan líka og Kóreu. Já. Þau eru náttúrulega áhrifasvæði Bandaríkjanna í bara varnarsamstarfi við Suður-Kóreu. Það er aðeins öðruvísi með svona minni og svona tiltölulega veikburða ríki eins og Kambódíu, Laos, Mjanmar hefur verið svona að
sko eiginlega fjarlægast Kína ef eitthvað virðist vera, en þeir hafa kannski verið svolítið svona tvístígandi. Það er auðvelt að sjá fyrir því bara sama sögustráðin þarna, að eftir því sem að Kína vex og þessi lönd upplifa meiri ógn af svona tali, bara þegar minnir að tala endurreisa stöðu Kína í þessari heimsálfu, þá vita þessi lönd alveg hvað það þýðir, að þú gerir ekkert gegn vilja Kína og þau óska eftir aðstoð, alveg eins og Úkraínumenn og fleiri óska eftir aðstoð NATO sem raunverulega bandaríski herinn til að verja sig gegn stórveldinu í sínu nágrenni og við getum bara haldið áfram og það náttúrulega fyrir eða síðar endar þetta bara í vopnuðum átökum. Já, það gæti farið svo, en það er auðvitað líka bara spurning hvað gerist vestan megin, er Bandaríkin að veikjast það mikið að þeir geta kannski í raun og veru ekki sinnt öllum þessum stóra hluta heimsins og það er kannski þessi fjölpóla heimur sem er kannski að myndast og sérstaklega með BRICS-löndunum sem að virðast vera að eflast mjög mikið og það er auðvitað, má spyrja sig sko að hvað miklu leyti sko þessi ríki eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta, þetta er náttúrulega mjög ólík ríki á margan hátt og en sko þau virðast svona sameinast í kringu það að vilja einmitt ekki verða sko strengjabrúða Bandaríkjanna fyrst og fremst og þetta er auðvitað ég meina BRICS-ríkin sem eru núna þetta er náttúrulega stór og fjölmenn ríki og með svona tildulega stór hagkerfi þannig lagað. Ég held að ef við tökum þau saman að þá er þetta þriðjungur eitthvað með hagkerfi alls heimsins og þau eru stærri en G7 Já, þau eru stærri en G7 Það eru bara þessi lönd sem að ef einhver veit ekki þá er þetta Brasilía, Rússland, Indland, Kína og Suður Afríka en það eru hugmyndur það að stækka þetta og það eru mörg lönd sem vilja ganga þetta inn eins og Argentína, Indonesia Bangladesh og fleiri lönd Mexíkó og Íran Nú er verið að vera að tala sko Sýrland og Sádi-Arabíu og Íran bara öll þessi lönd Sádi-Arabíu og Sameinuðu arabísku furstadæmin sem eru náttúrulega kannski ekki fjölmenn lönd en þau eru mjög efnuð Þannig að út úr þessu geti komið svona heimskipan fyrir Kína annars vegar til þess að styrkja Kína en líka til þess að veikja Bandaríkin svo að Bandaríkin gætu ekki skipt sér að málum í Suðaustur-Asíu. Já, ég held að það er planið. Já, það er planið en þetta er auðvitað líka bara svona ákveðin svona sjónarhorn á hlutina því að sko mörg af þessu ríkjum eru auðvitað fátæk ég meina það er fátækt í þessum löndum að minnsta kosti og þau eiga við alls konar vandamál að stríða sem að við finnum miklu síður í Evrópu og Bandaríkjunum ég meina jafnvel hungursneyð í mörgum þessar ríkja og mér fannst svolítið áhugavert það sem að utanríkisráðherra Indland sagði fyrir einhverjum fáum mánuðum síðan að frá sjónarhóli Evrópu, ég meina hann var í raun og veru gagnrýna það sko að Evrópumenn heimtuðu nánast að önnur ríki myndu sína vesturveldunum stuðning gegn Rússlandi og þá sagði hann eitthvað á þá leið að sko frá sjónarhóli Evrópu þá eru evrópsk vandamál heimsins en vandamál heimsins eru aldrei vandamál Evrópu og þannig að sko ég held að þarna sjá við að þetta kannski snýst ekki svo mikið pólitík út af fyrir sig heldur þetta einfallega að þessi ríki eiga bara við fullt af öðrum vandamálum að stríða sem að þau vilja þetta fyrst og fremst leysa og vilja fá einhverja lausn á en þau hafa aldrei fengið kannski almennilega stuðning frá vesturveldunum til þess að finna lausn á þeim þannig að þau eru að leita annarra leiða til dæmis með því að sameinast í eitthvað bandalag hérna eins og BRICS þó svo að eins og ég sagði áðan, maður veit svo sem ekki nákvæmlega sko hversu sterkir sameiginlegir hagsmunir þeirra eru en með því að vera saman í þessari blokk, ef að blokk má kalla því að þetta er nú svona tildulega óformlegt samband held ég að þá náttúrulega verður rödd þeirra stærri einfallega. Og það Úkraínustríðið hefur svolítið ítt undir við getum sagt svona vilja suðursins til þess að búa til einhvers svona mótvægi við þessa einpóla heim Bandaríkjanna sem að Vesturlönd eru tvímælalaust í innri hring og svo ertu bara alltaf í ytri og ytri hring eftir því sem að Já, tvímælalaust og annað sem að maður hefur allan hefur vakið athygli mína sko er að
í Evrópu og kannski Bandaríkjunum að nokkur leyti sko þá hefur svona orðræðan einmitt í kringum Úkraínustríði snúið svolítið það að hérna sé verið að verja sko okkar gildi, það er að segja gildi vesturlanda, auðvitað lýðræði og eitthvað þess áttar. Þá slík orðræða, hún náttúrulega gerir afskaplega lítið annað en að ýta öðrum sem eru ekki með þessi gildi frá og þá hugsaði með sér en akkurat við þá ekkert verið að vera stiða baki við þetta. Já. Fólk í Mið-Austurlöndum heyrir bara tungutak krossferðana þegar þeir heyrir þetta? Já, það má segja það, já. Og ég held að sko líka gagnvart Kína, að ég meina þá sjá Kínverjar ekki endilega að sko þeir ættu endilega að hlaupa tilbaka í þessu tilliti. Og verja vestræn gildi sem er arðrán og nýlendustefna og Já, líta vestræn gildi sem arðrán og nýlendustefnu og líta svolítið á Vesturlönd, þetta er einhvers konar elítuklúbbur, eða ekki sko? Jú. Sem hefur útilokað okkur alla tíð og nýðst á okkur og þú veist, hvers vegna hefur við þá einhvern veginn að styðja ykkur að taka þátt í þessu að þið hafið útilokað okkur frá þessu klúbb alla tíð en núna viljið þið að við styðjum ykkar elítuklúbb, annars að við fáum nokkuð tímann að ganga þar inn eða taka þátt sko. Þetta er svolítið þeirra sjónarhorn sko. En af þessum löndum þá er Kína langstæst, öflugast og er bara komið lengst eitthvað með eitthvað. Ef maður tekur tilliti til verðlags þá það voru stærra hagkerfi en Bandaríkin. Já. En svona innri mál Kína, er Kína nógu sterkt til þess að geta leitt þessa baráttu gegn Bandaríkjunum eða er eitthvað svona innri mein í Kína þar sem að gætu við horft á fall Sovétríkjanna inn í Kína sem að var svona eitthvað sem að kannski 3 árum fyrir enginn hefði spáð fyrir heldur sjáða menn bara eftir á að þetta var kerfi sem að var svo rotið já, svo eins og ísinn þiðnaða neðan og allt inni var hann bara of þunnur til þess að geta haldið upp eins og þunga og þetta bara fjall sko, allavega eins og sakir standa þá er ekkert sem að bendir til þess og ég hugsa sko hugmyndafræðilega hefur þeim auðvitað tekist að sko veita almenningi alveg ótrúlega mikið aðhald. Þannig að sko ég hugsa ef það eru algjörlega frjálsar kosningar í dag, kommúnistaflokkurinn myndi gjörsigra alveg á hreinu og Xi Jinping alveg örugglega að fá 80% kosningu. Þannig að sko almenningur fylgir sér á bakvið flokkin. Svo framalega sem að flokkurinn skaffar velsæld. Já, en sko og það var í raun og veru sko réttlæting flokksins til valda miklu meira fyrir kannski 20 árum eitthvað þess að það sko að hann var í skaffari og byggðist í raun og veru að langmestu leyti á því hversu vel hann stæði sig í efnahagslega. En núna er hann þjóðernisflokkur og segir Make China Great Again. Já, og ég held að sko margir flokksmenni að þeir sem að, hvað var að segja, kannski hugmynda smiðir flokksins þeir hafa gert sig grein fyrir því á einhverju tímapunkti að það væri allt of mikil áhætta að láta sko réttmæti flokksins til valda hvíla einfallega á sko efnahagslegri velgengni vegna þess að það náttúrulega bara háð svo mörgum öðrum þáttum sem að kannski Kínverjar ráði ekki yfir sjálfur eins og ég meina COVID kom til dæmis og setti allt svona svolítið á hliðina sko tíma þannig að sko það hefur verið afskaplega markviss viðleitni á undanförnum 10-15 árum að sko skapa svona ákveðna orðræðu innan samfélagsins sem að sko kyndir undir stuðning við flokkin sem í raun og veru sko eina aflið sem að getur varið hagsmuni Kína og endurreista. Þetta er náttúrulega þróun sem við sjáum bara í stjórnmálum út valdan heim. Lýðræðiskjörnir stjórnmálamenn á Vesturlöndum hafa brent sig á því að vera að segja þið hafa aldrei haft aðeins gott því að leið og eitthvað svona falsku tónn í því að þá gengur það illa og við gætum velti fyrir okkur hvað þetta sé að gerast með sjálfstæðisflokkinn hérna á Íslandi sem hefur svolítið spilað á þegar aldrei haft aðeins gott en svo núna þegar kreppan kemur og þá er staðið og tröppum Bessastað og sagt að þessu flóttamennir sem að grafa undan grunnkerfunum okkar. Þannig að þetta er bara þetta er lögmál stjórnmálana þau eiga líka við í lýðræðisríkjunum en líka í alræðisríkjunum eins og í Kína. Já, ég held að það sé ekki spurning. Er það rétt skilið hjá mig sko að eins og segir þessi stefna Kína lengi var einhvern veginn sko
velferð einhvern veginn að byggja landið upp og samkvæmt tölum þetta eru sko tölur Alþjóðabankans að þeir hafa lyft 800 milljón manns upp á fátækt. Það skilgreint sem sko fólk sem lifir á $1,9 á dag sko. Þetta tölur Alþjóðabankans, þetta ótrúlega tölur, þetta alltaf samt mjög lágt viðmið sko. En það réttskilji hjá mér sko að það hafi verið einhvern veginn stefna þeirra, en núna nýlega sko í stjórnartíð Xi Jinping hafið þeir sko einhvern veginn tilkynnt nýja stefnu, núna erum við sko búnir að því, við erum búnir að leysa fátækt og leysa þessi vandamál og núna einhvern veginn sko að endurreisa okkur sem stórveldi, það einhvern veginn næsta á dagskrá. Var það ekki einhvern veginn á okkur flokksfundi sem að svona ný stefna eða áhersla var einhvern veginn tekin upp sko? Jú, en sko efnahagslega framfæri náttúrulega ennþá stefna flokksins og það talað, það stemt að því að ef maður rétt 2030 þá ætti Kína að vera orðið hvernig orðað þetta ætti að vera svona eins konar millistéttarsamfélag að mestu leyti og þeir nota hérna ákveðin svona fornkínversk hugtök svona til þess að sem svona þeirra slógan í því máli að ættu að ná svona sæmilega, mjög hófsamt hugtak, svona sæmilega svona hóflegri velferði, eitthvað þess að ég minnast í 2030 sem ég tala þetta, en svo sko eru þetta önnur stefnumál í gangi á sama tíma og lengi vel var sko hið opinbera slógan sérstaklega gagnvart sko heiminum út af við var þetta friðsamlega ris eins og þau kölluðu það. Kína myndi rísa með friðsömum hætti. Þannig að sko þar var áherslan sérstaklega á það að bæta efnahagsmálin í Kína og bæta þetta stöðu almennings og einmitt lyfta þessum fátækustu upp úr sínum gildrum sem að hefur í raun og veru tekist að langmestu leyti. En sko þetta friðsama ris má segja að hafi liðið svona nokkurn veginn undir lok. Svona þegar að Xi Jinping tekur við eða svona það leyti og hann auðvitað kemur inn með nýja stefnu sem að snýst miklu meira einmitt það að endurheimta fyrri stöðu Kína á alþjóðasviðinu og þá getur þetta ekki verið algjörlega friðsamt lengur vegna þess að það óhjákvæmilegt að það verði einhver átök. Hvaða ár eru þessi tímamót? Já, svona 2012, svona eitthvað þess að Hann tekur við 2012 og hann minnir með tilkynir hérna Belt and Road 2013 sko. Og það náttúrulega, það ekki þessi strategía sko að eins og segir ekki með vopnavaldi, þeir segja að það sé sko leið Bandaríkjanna og Vesturveldana að hertaka undir með vopnavaldi heldur með sko efnahagslegum umsvifum, að þeir bara komin í Afríku og bara bjóða þeim, við skulum bara fjárfesta og byggja upp hérna hafnir hjá ykkur og hérna lestateina og svo framvegis sko og þeir tala þetta sem win-win sko af því að við sko munum græða á þessu hérna in the long term sko. Akkurat. Það verið að fjárfesta mikið í Afríku sko, líta það á svona sem hérna mögulega markaði fyrir þá í framtíðinni. Og svo þetta mjúka valdið sko sem að þeir voru að reyna að byggja upp líka á sama tíma með því að til dæmis Konfúsíusarstofnanir voru settar, var komið á leggum allan heim og mikið af námstyrkjum fyrir erlenda stúdenta og fleiri þannig tækifæri og reyna að laða að líka erlend vinnu. Hvernig hefur það gengið samt sko, svona kínverst soft power einhvern veginn að hafa svona menningarlega áhrif, hefur það til dæmis eitthvað gengið á Vesturlöndum, eru Vesturlandabúar eitthvað að laðast að Kína skilur eða hvernig heldur það? Nei, það hefur, sko það var kannski tíma að þá held ég að Kína hafi þótt bara á margan hátt mjög aðlaðandi. En sko ég veit nú ekki alveg sko hvenær þetta fór að breytast en ég hef talað við kollega mína sko annar staðar í Evrópu og svona við erum svona nokkuð sammálum að þetta hafi verið svona frá 2015 að þá virðist það hafa einhvern veginn dalað gríðarlega mikið og það er svona, ég meina við sjáum þetta til dæmis bara í færri nemendum í háskólum sem að fara í kínversfræði og það er erfitt að sko átta sig á því hvað olli þessari fækkun allt í einu en það er svona eins og Kína allt í einu varð ekki alveg eins aðlaðandi og það hafði verið. Bandaríkjamenn eru náttúrulega hægt og bítandi að reyna að skilgreina Kína sem andstæðing. Já, og sko, já, og það er alveg rétt að sko fjölmiðlaumfjöllun Kína hefur verið mjög neikvæð. Ég meina, sumt á kannski, gagnrýni á kannski rétt á sér en maður hefur líka séð ýmislegt í fjölmiðlum sem hefur kannski verið heldur ósanngjarnt. Já, verið að byggja upp tilvonandi andstæðing. Já, það er svona China bashing sko eins og það er kallað. Og það er því nefndir að hvort að Kína geti risið upp í friði, þá er það í alþjóðapólitík
pólitíkinni hjá realistunum að þeir, til þessu Messermer, hann var aldamótin að segja að það myndi ekki geta gerst. Og ástæðan var ekki innri lögmálum Kína, heldur væri það þannig að Bandaríkin myndu aldrei geta sætt sig við að það yrði til í annarri heimsálfu ríki sem hefði efnahagslega burði og áhrif til þess að geta vaxið upp í því að verða raunverulegur andstæðingur Bandaríkjanna. Já. Og þess vegna myndi vöxtur Kína óhjákvæmilega leiða til ófriðar og stríðs. Já. Og hann segir það að þegar hann var að segja þetta í meðal annars í Kína, svona fyrstu árum þessar aldar, að þá hefði Eigin heyrt þetta raunverulega. Það hefði bara hnussað og fannst þetta vera fáránleg hugmynd. Þetta verður eiginlega meiri skýrari spásögn eftir þegar við komin inn í þetta tímabil núna þar sem hefur verið að byggja upp í hugum okkar að Kína sé andstæðingur. Já, en á sama tíma náttúrulega hafa ekki hernaðarátök átt sér stað, ég meina Kína hefur ekki átt innum hernaðarátökum ekki nema þeir börðust þarna á landamærunum við Indland. Ég meina, það var ekki gott að hlæja þessu því að það dóu þarna einhverjir 10-15 mann, einhverjir hermenn. Það er sérst bannað að vera með skotvopna á þessu svæði, þannig að þeir voru að lumbra hver á öðru með einhverjum naglaspítum og öðru og sem að lyktaði því að það létust þarna alveg yfir 20 manna held ég. En það er í sjálfu sér einu átökin sem að hafa átt sér stað, þannig að við höfum ekki ennþá séð Kína standa í einhverjum alvöru átökum. Ekki bara síðasta stríði sem háðu var náttúrulega hérna stríð á landamæri Víetnam 79 79, það var síðasta. Langt síðan Já. Og það var auðvitað svona ákveðið proxy-stríð við Sovétríkinu. Já. Mér sagði mér náttúrulega ekki að meina það að Kínverjar get ekki vaxið á þess að fara í stríð. Nei. Þannig að meira það að Bandaríkjamenn muni bara fara í stríðið og vegna þess að Bandaríkjamenn muni ekki þola við vaxi. Já, þetta er auðvitað eitthvað sem maður óttast, en svo er auðvitað líka alltaf spurningin hvenær gangað er of langt, þú veist, þannig að ég meina Tævan held ég það er raun og veru stærsta jarðsprengjan, þannig að hún er svo sem að hættulegust eða svona líklegust til þess að springa og ef að það gerist að þá þori ég bara varla að hugsa til enda vegna þess að Bandaríkjamenn eru örugglega skuldbundir til þess að koma þeim til aðstoðar að minnstakosti verða þeim úti vopn til þess að verja sig en maður veit ekki það gæti þetta bara þróast út í bara hreinlega beinátökum milli Bandaríkjanna og Kína. Og það er stefna kínverska stjórnvalda að Tævan sameinist inn í Kína aftur? Það er stefnan og eins og það er svona óljóst hvenær það á að vera, hvort það sé verið að tala það er ekki verið að tala að gera þetta á morgun. Nei. Á næstu 50 árum eða svo. Já, eða næstu 3000, maður veit það ekki. Nei. En eins og við höfum talað hérna áður að það sem að ég hef óttast sérstaklega og einhverjir aðrir að þetta sé svona persónlegu metnaður Xi Jinping, hann er náttúrulega 70. Þannig að ef hann ætlar að ná þessu á sínu valdaskeiði þá þarf hann að fara að flýta sér vantilega. Það segir in our time að það væri... Já. En auðvitað er hann með klára aðila hérna með sér og þeir vita svo sem alveg hvað þetta gæti haft í för með sér og hversu skelfilegt það yrði. Þannig að þú veist, maður vonar bara að ráðgjafar hans Já, en raunveruleikin ef þú ert í samfélagi sem er byggt í kringum þjóðernissinnaðan flokk að þá gilda ekki endilega þessi rök sem mást að segja síðast að hverjar eru afleiðingarnar. Nei, það er alveg rétt og ég geti líka bætt við það sem ég sagði áðan að þessi yfirvöldum hefur tekist gríðarlega vel að fylgja almenningi á bakvið sig á grundvelli þessara þjóðernishyggju og maður skynjar þetta líka hjá mjög vel menntuðum fræðumönnum að þeir virðast meira að minna fylgja þessari línu líka. Þannig að ef þetta er orðið við erum að sjá þetta náttúrulega einhverju leyti í Rússlandi að það er mjög sterk hugmyndafræði það að heldur betur í Indlandi? Það sem er að vera bara þjóðernisinn og hindúismi? Jú, akkurat. Sem eiginlega ríkistrú? Já. Þannig að það er auðvitað bara gríðarlega hættulegu faktor þegar hann er orðinn svona sterkur og þá er náttúrulega gagnrýnu hugsun bara farin út í veður og vind og þá getur þetta hvað sem er gerst. Herðu,
Geir, takk fyrir að koma hérna til okkar í miðnætti í Kænugarði og fara með til Kína. Já. Takk fyrir.